Þetta alveg rétt að það hefur ekki verið svona það hefur ekki verið til siðs eða tísku að vera mikið að spyrja eða velta sér upp úr svona einkamálum aðstandenda, nánast ættingja stjórnmálamanna, en tímandi breytast og það sem áður var ekki við hæfi, það er fyllilega við hæfi í dag og það er líka það að það getur skipt máli til þess varðandi embættisfærslur manna. Hverjir eru fjárhagslegir hagsmunir þeirra nánustu? Átt þú í einhverju skilningi von á því að þessi upplýsingagjöf eða þessi atburðarás sem hérna gerist með þessum hætti muni hafa einhverjar pólitískar afleiðingar í för með sér? Ég held að þetta kalli á skýr svör til dæmis frá forsætisráðherra vegna þess að þarna kemur ljós að eiginkona hans í hópi kröfuhafa föllnu bankana